að þeir byrja strax, þeir keyra strax upp. Alexander Veigar lítið sést til hans í leiknum, aðeins þarna fyrst. En strákarnir hafa tekið vel á þessu. Boltinn fram. Mér sýnist ekki hafa verið gerðar neðri breytingar á leikmannahópunum. Svona fljótt litið allavega. Sýnist ekki að það hefur verið að senda einhverja leikmenn hérna í uppbytun. Já, Sergej Motoufal, hann er að fara að hita upp. Gretar allir með fyrirgjöfuna. Nikolás gerir vel. Hlynur nálgast hérna, kemur boltanum niður á Viljám. Viljámur. Þetta er alltaf auðvelt. Komin inn í teginn. Alltaf auðvelt. Boltanum fyrir. Þetta og er alltaf auðvelt. Þetta var alltaf auðvelt. Þetta var algjörlega fáránlegt. Viktor Jónsson skorar eftir létta og lögmannlega sendingur af Viljámi Pálma. Æi. Þetta er agalegt. Fyrsta mínútan. Þannig að sjáum við Pétur Bjarnason komið í hjálp með Elmari. Þeir taka hvorugir ábyrgð á manninum. Helga, komdu þessu í gangina. Nei! Það er 2-1 strax eftir 2 mínútur. Já, það þýðir ekkert að örvænta. Við erum búin að vera alveg jafn góðir á þeir í þessum leik. Fæ komin hérna. Nú þarf hann að fá hjálp. Sendingin niður. Sending fyrir. Fæ komin í færi. Þórsarnir verja. Þetta var fín sókn. Fín sókn. Dittu enn og aftur. Þannig er Elmar að mæta honum vel. Já, pressa á hann. Þegar maður er búinn að segja að við séum að halda þeim niðri Vilhjálmi og Díón og þá er Vilhjálmur búinn að skora 1 og leggja upp 1. Já. Á Elmari hérna 2 atvik. Sé ekki sterkur, hann klárar þetta. Ég nú vilja sjá brot og sóknarmanninn hann. Já, brotið. Viktor brýtur eða hárið. Greg Oliver. Fær tiltal hérna hjá Gunnar Helga dómara. Hárið. Þannig að finnst með dómarinn vera, þannig að teimar dómarann bara í eitthvað yfirildi og við fáum ekki að taka aukaspunnina snögt. Hann þarf að vera klárari en þetta. Gunnar er búinn að standa sig vel í þessu leik. Hann er búinn að vera fínn. Það er margir búin að hneykslast á því að þetta hefði átt að vera vítaspyrna, það er alltaf hægt að segja það. Það er að sami samkominni hálfleik var alveg 100% viss það, en ég held að línuvörðurinn og dómarinn hafi alveg verið með þetta á hreinu. Þó að ég sé alveg sammála Ívari, við höfum búin að missa nokkra vítaspyrnur hérna í sumar, því miður. Þá þýðir ekkert að hugsa um það er búið. 1 staðan. Við erum að sækja jafna þetta. Ekki gleyma því, ég var búinn að spá þessu 2-2. Ég er búinn að tapa mínu, ég sagði þessu mínu. Þannig er Elmar þarf að halda áfram þarna. Já, Elmar er, við höfum ekki að gleyma því, Elmar er mjög ungur. Þannig að þetta er að síðan að læra þessu mikið vera lagt á hann að stráka ábyrgð. Sjá núna kannski spyrnunar hjá Fabrício og þær voru sumar skrítnar þarna, það var ekki, fengum 1 breyka okkur þar sem var úr einni lilli spyrnu á hann. Já, hann er ekki góður í útspörkunum. Mér skilst hann er búinn að vera stöðugur í þeim á... Þetta er sniglum á lofti, ekkert. Það er fín sending nefnilega. Trausti bjargaði þarna. Ef við erum ekki að sparka út af sjálfur, þá eru Þróttararnir ekkert að gera það heldur, þannig að við höldum bara áfram. Þannig að hann fer út af. Út af. Pétur staðir upp. Pétur jafnar sig. En mér skilst að hann sé búinn að vera með fína spyrnur á æfingunum, en... Já, hann er eitthvað sviðsrættur í það. Spurning hvort hann sé að... Ég heyrði að hann væri tæpur, að spurning hvort hann sé að lífa hægrilöppinu og sparka með vinstri. Já. Kemur spyrnan hérna, það er bara langur fram. Frábær spyrna á Viktor. Viktor nálgast markið. Þetta var rosaleg sending. Þetta er svo snöggt að gerast. Hann liggur í línunni, kemur 1 langur fram og eins og við sögðum að hann mun sleppa í gegn. Hann gerir alltaf, hérna sjáum við spyrnuna hjá hann.
Hann rosalega sterkur af Vilhjálmur. Joey stendur þetta af sér. Það gert Nikki, Pétur. Þetta sleppur, mér varst að velja þessa möguleika þarna. Tóni gerir þetta vel. Boltinn á miðuna. Lengjan upp á Grétar Atla. Það er að gefa Fabrizio prikk þarna, segjum að hann hafi lokað markinu það vel að Viktor setta fram. Já, alveg hárrétt. Dittu, komin á öskrandi ferðina. Komin út af innkasta, enginn að nálgast hann. Drífa sig í þessu, Möller. Siggeir. Þarna hefði nú bara hreinlega skipt hérna yfir. Það sleppur hjá þeim, Joey með boltan. Spivak. Tjekkar. Það var mikið. Hann dæmi markspyrnu. Já, þetta hefði nú hæglega getað verið vatn. Spivak er duglegur þarna, mjög duglegur. Meðan hann þarf ekki alltaf að gera hlutina sjálfur sko. Það er stundum að snúa við og velja betri möguleika heldur en að fara áfram. Já. Hérna klikkar spilið hjá þeim. Hann að vinna við boltan vel en það þarf að nýta þetta betur. Já. Þeir spila úr öllu sko. Saknaðist líka rosalega að sé ekki einhverjum inn á að tala. Já. Að það pínu leiðtoga. Maður Davíð Þór. Sjáum hvað velur, hans Díón fær hann og bakvörðurinn kemur bak við hann. Jackson Möller gerir þetta vel og Dittu líka. Dittu vel. Hann nautsterkur. Nú þarf að koma hann í spil. Flott. Elmar og kemur fínn bolti. Nú þarf að gera eitthvað við þetta. Gera eitthvað við þessa stöðu. Sending. Hornið. Já, hornið. Allt í lagi. Allt í lagi, fín sókn. Kemur Ondó. Ondó skoraði markið fyrir gráðan. Eftir aukaspyrnu frá Spivak sem að Trausti varði ágætlega en kom honum ekki lengra frá. Ondó kom að sendingunni og sett hann í markið. Spivak fer í hóðspyrnuna. Það er annar leikur í gangi núna. Já, herðu, fram. Þórsararnir er að vinna fram í áleik. 0-2. 0-2 og Jóhann Helgi Hannesson bæði mörkin. Já, annað vítið ekki. Já. Við fylgjumst með vel. Fínt tótt. Næsti. Ágætlega gert þarna, pressan. Tekur engin ábyrgð á þessu. Engin tekur ábyrgð á þessu. Það hreinsa frá. Þetta er ennþá opið. Það er á hingast. Nú það má geta þess að við erum með spjalli við hliðina á skjánum á okkur og Kári Þorleifsson fyrir norðan hefur verið duglegur að setja inn. Það væri kannski fínt að hann myndi pota á okkur gangi leiksjá fram og Þór áfram. Við munum þá segja frá því líka að ég missuði boltan frá okkur. Innkast, Þróttur. Viktor með sendingu. Þetta grípur María. Á hverju er dómarinn að dæma á þetta? Þarna átti línuðurinn, Nú skil ég ekki. Ég fatt þetta ekki heldur. Er línuðurinn að gefa ykkur merki? Það hafa verið svo mikið af skrýtnum dómum sem hafa verið hérna á þessum velli í sumar. Já, og sérstaklega hægra minn. Þetta er ferlega kjánulegt að segja þetta. Já, dómum og ekki dómum. Ég þarf að minna má að vera rólegur. Gunnar Helgason dómari fyrir að tala við línuðurinn. Eða aðstofa dómaran. Þeir finn út úr þessu, en ég finn skrítið að hann sé að dómarinn sé ætla að taka ákvörðun um þetta. Þegar línuðurinn hlýtur að vera með þetta, ég get ekki betur séð að hann stoppaði á línunni. Jú, vel gert. Já, þetta er ekki neitt. Aðstofa dómarinn. Þetta var vel gert. Þeir fá. Þetta er mjög skrítið að dómarinn hlaupi til á þess að horfa á línuðurinn. Jæja, þarna tek ég ofan fyrir aðstofadómarum. Sjá hvað Ondó gerir, hvernig þeir spila úr. Þeir lifta, þetta er fínt. Papp þarf að taka niður. Snýsum við, nálgast steginn, rennir hann inn, Ég vil sjá Papp bara fara 1 og 1. Já, og bara... Þeir þurfa að brjóta á hann þegar hann fer á stað, sko.
Sending. Sigurgeir gerir vel. Stoppar þetta. Walker. Pétur. Nú voru að slitna svolítið á miðunni. Vilhjálmur Pálma. Vörnin situr eftir. Vilhjálmur. Heldur hún með þá. Þeir fram hjá Elmari. Komin inn í teginn. Elmar ger átlega. Stendur þetta ágætlega sér. Ekki brjóta, þetta er fínt hjá þér Elmar. Vel gert hjá Elmari. Vel spilað. Ekki dæmt á þetta. Taka Elmar hann niður. Ef hann er að dæma á þetta þá veist mér hann að ég spjalda hann. Ef þú ert að dæma á þetta yfir höfuð. Já, rétt. Þetta er vel gert. Hann gerir það. Hann stoppar sóna hjá okkur. Það er Hlynur Hauksson. Það er guldspjald, þetta er hárrétt. Þetta er Guðný Stefánía, formaður HSF. Hún er eins og fokkar vel. Hún er taka loft hérna. Á við 10. Hvað ætlar Rondó að gera? Ætlar hann að spila þessu? Þetta er Jói Torfa sem er að reyna að öskra hér skilabúðinn á. Lyftir þessu upp, þrýstir þessu upp. Pétur undir. Þarna, og það næsti að... Fæ. Æi. Dómarinn er búinn að halda línu, hann er ekki að gefa neitt. Sigurgeir. Það er að lost, þeir eru... Sending út á Vilhjálm. Vilhjálm fara hann í hausinn út af... 1-2. Við þurfum náttúrulega að jafna og mér finnst vera að losna á miðjunni hjá okkur að Joey er farin að sinna minni varnarskyldu. Hann og Pétur er mjög framalega og Aron situr eftir. Rafnandri gerir þetta vel. Pétur. Flott hjá Pétri. Missar út af. Það hefur minna sérst af Dittu hérna í seinni. Já, það er ekki komið, þegar það komið tíma á hann. Hann er greinlega pínu styrður í hægri löppinni. Mér syndist að hann vera búinn hann. Þetta er fínt, kláraði löpinn bara. Nikolás. Sett á hann. Kemur. Já, flott við Nikolás, hann gefur þetta ekki neitt. Hlynur og Nikolás hérna, markspyrna. Nú bara spurning hver kemur inn að þeim, ætli Junior kom inn á. Spurning hvað við eigum inn á miðjun, hann Junior kemur pottið inn á kantinn held ég. Nú er ég bara að viðurkenna að ég þekki ekki hérna tvo þannig að... Þetta er allt og auðvelt við hann, þeir taka markspyrnu og þeir eru komnir upp þarna. Valur Sigurgeir. Sjáum hvað Dittu hefur núna. Pétur. Fínt hjá Pétri. Sendingun inn í. Fæ komin inn í teig. Hann er við það að steppa í gegn. Setta bara, skjótu. Elmar. Fínt skot. Skotið, vel gert hjá. Fínt skot. Já. Svona bara. Elmar ekki trættu við þetta. Þetta þurfum við bara kraft. Já. Sækja og sækja og sækja. Þetta er... Hvað er Trausti gammal sem er í markjanni hjá Þrótturunum? Hann er mjög sennilega fættur, hann er sennilega 24 ára. 24? Hann er búinn að standa sig vel í það. 25, fættur 1990 held ég. Ef við sjáum nærmyndir af markmannu hjá okkur, þá er þetta Fabrizio Maria Pratico, ítalskur drengur sem fékk leikheimild núna. Þetta var svo sem örugglega óviljaverk sko, þetta leit samt. Mér fannst Þróttarinn alveg geta komið sér undan þessu. Já. Hann setur olnboginn í höfuð á Sigurgeiri. Nú aðstofadómari í stúkunni er Helga. Hún er eftirlitsmaður hér. Jói segir mest lítið. En það veit hann betur. Nú fæ ég illa augað. Ég verð að passa mig, ég kom með spjald. Guðný Stefánía. Ungfrú Fokka Friendship. Þrýstur hann verið upp, er að leita Pétri. Það var rangstæður líka. Já. En hann er fljótur að koma í leik, Linur.
á hlinn. Lappinur á Vilhjálmi. Hann alveg eiturharður þessi gaur. Hann sleppur, hann svo sterkur. Þeir voru búin að einangra hann þarna. Já. Hann kemur svo samt í gegn. Vilhjálmur Pálma. Hlynur sendingu hérna yfir. Það hefur nú ekkert gerst þarna hinum meginn á vellinu. Hvorki Díon né Dittu verið sýnilegir. Nei, Díon kannski búinn að 1-2 sprett og búið. Já. En það hann í góðri gæslu hjá Möller. Rafn Andri sendingun upp. Dittu, smá liti í Dittu, hún þreyttur. Díon. Möller fyrir undir og Sigurgeir klárar þetta. Það på hornið. Já, Sigurgeir og Möller. Flott samvinna hjá þeim í það. Og svo Ondó hérna aftasti lingurinn okkar. Hlynur Hauks fyrir hornið. Junior að gera sig kláran hérna. Já, þessi svo snöggur hann Junior að hann getur þurrkað blaut föt. Nú þurfa að mæta. Skulum sjá hvað Dittu hefur eftir. Dittu. Boltanum inn á fæ. Nei, þeir eru ómargir hérna. Þarna væri nú vonslið sem mötti bara taka sprettinu upp. Nú fer að koma skiptingu hjá B. Junior Prevalus að gera sig klára hann kom inn á. Það sé Dittu sem að fara út af. Frekar heldur en Nikolás. Já, ég held að það líka skiljalegt. Hann búinn að hlaupa hérna alveg svo hindi grassi. Nú þarf að koma henni hægra meginn, Elmar, allt opið. Elmar. Ondó, línt þetta. Elmar heldur áfram. Rólegur bara. Mikki, Elmar. Missar hann aðeins frá þessar. Já, það var aukaspinnu, þetta er fínt hjá þeim, þetta er vel gert. Þú verður bara að fá góða bolta fyrir. Hlynur Hauksson. Spívak. Það er svona þannig vindur, svona draumur í manni, maður vill alltaf sjá kannski óvænt skot bara þannig. Já, sérstaklega hann fer nær að skoppa kannski pínulítið. Sjáu stöðun á Trausta, hann ætlar ekki að refsa honum eftir það. Og það er hotn. Engin séns að teknir þetta, skalla í hotn. Þá er að koma skiptingu. Rothschild Junior Prevalus. Hæti maðurinn. Hæti maðurinn. Hæti. Já. Jón Hálfdán, hann alinn upp hér í sumar af Grétari Helgasyni. Það er eins gott að kögglarnir séu settir á sinn stað. Hann á Ondó, Dittu og Pappi smá séns og Dittu. Þeir eru að biðja skiptinguna hérna áður en þeir taka markspinnuna. Ég segi svo Ívar, það er ekki hægt að sjá hvort liðið er á botninum og toppnum. Búið að vera mjög fínn leikur hjá báðum liðum. Þarna sleppar með þetta þróttarinn, þetta var tæp sending. Sjá líka á þróttarinn, þeir eru öllu rólegir í sóknaruppbyggingun sinni. Þeir eru ekki að fara á fyrsta breykju upp. Möller. Þetta er tæpur. María gerir vel. Þróttarinn halda boltanum. Alexander Veigar heldur boltanum gríðarlega. Hann alveg svakalega góður. Við ættum að kannast pínlítið við hann. Ondó hreinsar. Það er Nikolás. Nikolás Jónsson út af. Kemur skiptingin. Nikolás skiptir út af. Prevalus kemur inn á. Það er beitningamaður frá Bólingavík út af og Hæti maður inn á. Takið vel eftir því. Junior, hann sést alltaf hlið en mikið svakalega skemmtilegu leikmaður. Snöggur.
Vel gert hjá Ondo. Þannig að það er að halda boltanum Fæ. á hjálpunum. Spivak. Dittu kominn hérna. Ditti kominn hægra minn. Nær sendingu, nei. Allt í lagi ágætis hugsun. Þá er það Junior sem fer yfir á vinstri kantinn. Dittu ætlar að halda út aðeins lengur. Hvað segir mér að þessum strákum Fall og Harveld? Hvaða stöðu spilaði? Þeir eru báðir, ég veit ekki alveg með Fall, en þeir eru framar á vellinum. Ok. Mér sýnst ekki vera margir möguleikar, varnarmöguleikar eða miðmöguleikar þarna á varmannabögg. Nei. Junior kom inn í gang hérna vinstra megin. Það má ekki líta að þessum strák. En með þá, þeir eru held ég bara að hugsa það sem uppfyllingarefni. Þeir eru sennilega ekki betri heldur en þeir leikmenn sem við höfum inn á hér heima. Þess að framhaldsmengin er virkilega þreyttur innan þá þurfum við ekki að skipta strax fyrst mér. Sigurgeir. Vel gert, nú þarf að refsa þeim. Dittu kom inn. Nú vill ég fá 1 og 1. Dittu kom á ferðina. Kemur boltanum inn á Fæ. Fæ konið skotfæri. Leggur hann fyrir sig. Í slána. Rángstæður. Rángstæður, Þetta er bara sumar í nótskut. Þetta er sláin út. Æjæjæj, maður. Þetta var rosalega vel gert hjá honum. Það er auðveldur okkur að segja það núna, en ég sá þennan alltaf niðri í horninu, en hann lyfti boltanum. Já. Það endar í slanni. Þetta var eitthvað svo fellega rólegt, maður. Þess að var í kaffipásu hérna. Við erum með þessa leik með Joey, Dittu og Pap. Ef við náum einangrað og 1 og 1, þá koma þeir sér í skotstöðu og þeir eru með það mikil gæði að þeir geta klára sóknina. Vel gert hjá Junior. Aðeins of mikið. Þeir halda boltanum. Pap er búinn að ógna verulega hann var nærrið því sloppinn í gegn hérna í byrjun hálfleiks. Og síðan á hann skotið slá núna. Já, hann er klárlega frábær viðbót. Ég er virkilega ánægður með hann. Nú þurfa að fá bara kraft. Mér sýnist eins vegar Dittu er alveg búinn. Já. Þú sér að hann er farin að stinga við núna og spurning hvort það sé ekki skynsamlegt að koma stráknum út af. Þess að hrættur að meiðist bara. Innkast, Pétur upp. Ég hugsa ef við jöfnum leikinn þá tekur hann út af. Hann vil sennilega halda einhverjum þungað hana fram á við. Hann Junior komin á stað. Nú þarf að koma þessu út úr þessum pakka, þeir gera það ekki. Viljámur. Nú kemur þessi sendingu, eitrað sendingu. Sigurgeir er alltaf eftir. Því líka sendingar hjá þessu strák. Hann er rosalegur að koma sér í þessi færi og hann er svo sterkur. En Sigurgeir varð á eftir þarna, en hann gerir vel í að þvinga hann í þetta skot. Og þú sér núna Ondo að taka markspunnar. Já. Þannig að það lítur að vera eitthvað vesen. Fínt útspark hjá honum. Junior upp. Möller. Þetta er svo fyndið að sjá hérna Pape tala íslenskuna. Við vorum í smá gathering daginn og þá var hérna verið að tala þá alla sem enska og bandaríska og eitthvað og hann leiði þeim að tala alveg út í eitt Íslendingarnir sem voru í hliðina og svo sagði hann alltaf ekki í lagi. Hann talar virkilega góð Íslendingur, en er hann Íslendingur eða ekki? Já, hann er uppalinn Vilkismaður. Já. Spilaði með þeim uppallega yngri flokka. Við skulum ekki láta lit fólks blekkja okkur. Þetta er vel gert hjá Elmari. Walker. Elmar. Þetta er fínt. Fæ. Aja.
Alexander Veigar setur hann út af. Þeir eru að gera skiptingu Þróttararnir. Jón Arnar Bardal sem var að koma til þeirra núna til þessu glugganum frá Stjörnunni að ég held. Já, hann var að koma núna. Já. Hver er það sem fara að hvíla? Er það Rafnandri? Já, síðasta. Rafnandri. Hann er að koma þinn á miðuna, eða kannski er að hreyfa eitthvað til. Ég er ekki alveg með að hvað spilar hann Jón Arnar. Rafnandri að skipta út af, hann er búinn að eiga skínandi leik. Nú við tjóka fram hérna meðan að pínu passa, þá er viðtölu við þjálfarann eftir leik, strax eftir leik. Hjá mér er Ívar Pétursson sem var við konunglega sænska akademíuna í fótbolta í 6 ár. Uppalinn hér á Ísafirði. Þróttararnir. Vilhjálmur. Hann er ótrúlega sterkur. Hrikalega sterkur sko. Kemur hún burt, það þarf að tala við, hann tekur þetta er rosalega vel gert hjá Pétri að taka boltan niður. Já, við getum átt okkur því að Pétur er 2 metra sláni. Hann er virkilega góður. Þetta er ekki. Nei. Jæja, ég segi ekki neitt. Mér fannst að vinna hann þarna löglega. Já, steig á boltan. Alveg hárrétt, steig á boltan. Það er kannski bannað. Spurning með, við þurfum að fara að vinna okkur inn eitthvað stig, það er spurning með einhverja taktiska breytingar. Með 3 manna vörn eða eitthvað svoleiðis. Þá gæti til dæmis. Já, hjá okkur. Já, gæti Jackson Möller farið upp á miðuna. Hann er ágætis miðjumaður líka, getur haldið þar og leyft hinum að sækja. Já, Möller er búinn að vera rosalega góður. Hann er búinn að halda Díon algjörlega niðri. Já. Það er dæmt á sig þarna að hann er algjörlega búinn að halda honum gjörsamlega straujuðum. Þarna fannst með dómarinn að hjálpa Þróttararnir. Við höfum sloppið þannig í gegn. Einskipting komið á hvoru liði. Þeir eru ekkert að drífa þessu núna Þróttararnir. 67. mínútu erum við komið á staðan 1-2. Þarna á bara dómarinn að láta á taka aukaspyrnu. Það er allir konir aftur fyrir boltan, en það skiptir engu máli. Þetta er búið að taka 2 mínútur núna. Já, þetta er bara voðalega eitthvað lígi glæðina. Hann er erfiður. Vilhjálmurinn á svæðinu. Hann skýtur. Það verður alltaf skítrættur þegar hann nálgast eitthvað. Mér finnst að hann hafi verið langbesti leikmaður Þróttar í þessum leik. Hann setar háan bolta og Viktor flikkar hann. Hann veit að Vilhjálmur er alltaf að lúrir eitthvað staðar í kringum hann. Heyrði leifarnar. Nú leitar að Pétri hérna fyrir yfir hann. Junior pressa vel. Möller. Hann er eins og yfirfrækki á. Sjáðu Möller þarna. Frábær. Hann étur hann bara. Junior. Stingur boltanum á Fæ á. Joey. Nú vortu að finna skot frá okkur. Tekur skotið. Snert hann. Það er spurningin. Já, ég bara sá það ekki, var ekki nógu. Ég horfði beint í sólina hérna en dómarinn segir að Babba hefur brotið á honum. Þetta er alveg pottþétt ekki viljandi. Það leit nú ekki svona, spurning hvort að Trausti sé að gera meira úr þessu heldur en er. Það er tíminn að vinna með þeim. Já, það er málið. Auðvitað nota maður allt sem það getur. Árni Þór Jakobs að hita upp. Ja, við þurfum að taka sénsa. Ég vil sjá Sigur Geir Ond og íta framar. Ja, það skiptir engu máli hvort við erum með tap með 1 eða 2. Nei, nákvæmlega. En eins og ég segi, þetta er eins og allar íþróttir og eru ekki flóknar. Við þurfum að skora fleiri mörk heldur en andstæðingunum. Helst halda markinu okkar einu sem hefur ekki verið mikið gert í sumar. Þetta er nákvæmlega sama að maður segir í körfuboltanum sko. Fólk heldur alltaf að maður fá eitthvað rosalega mikið fyrir að tróða boltanum sko. En það einfaldasta leiðin er bara beint upp að. Og í þessu er þetta nákvæmlega það sama. Hreyfa sig án bolta, tala saman. Við erum ekki að reyna allt of mikið. Enga krústúlur eins og það talar um. Jæja,
Jæja, 15 eftir. 15 mínútur eftir. Nú erum við að gefa allt í þetta. Jón Hálfdán er ekki góð. Það er ekkert rosalega mikið sem hann getur gert í augnablikinu í skiptingunum. Þetta er fínt. Vel gert. Spívak. Við þurfum að sko að færa hann hratt út úr svona stöðu. Sleppur. Ok, Ondó. Svo. Pétur nálgast steginn. Tekur skotið. Hann enda með skotið en þeir eru fljótir að snúa við núna. Sér að Dittu er ekki búinn að vera að skila sér. Pétur er að hlaupa fyrir hann hérna. Með sendinguna. Hann heldur öllu sko. Þetta er hrikalega vel gert sko hvernig hann tengir spilið þarna. Þeir eru komnir þarna á síðasta þriðjungnin. Mjög auðveldlega. Hendingin í. Ágætlega varði á María. Hann verið þetta ágætlega. Hann er síðan seint sennilega. Maður kannski vilja sjá hann grípa boltan. Já, og sólinn beint í augun honum. Já. Sendingin í. María stekkur upp. Sko ef hann ætlar að... Þetta var eitthvað. Viktor er nefnilega rosalegu skallamæður. Hann stekkur jafnhátt og Fabrizio með hendunar en dómarinn verður, ég hefði dæmt brotan. Já, ég líka. Halda sömu línunu með Trausta hinum meginn. Þetta er fram Vilhelmur, alltaf þegar Vilhelmur kemur með hann. Og Viktor, þá er maður smeykur. Vel gert hjá Dittu. Svo erfitt að eiga Papp. Papp með sendingu. Hann er ekki rángstæður, hann er sloppinn inn. Pétur sloppinn inn í. Verð. Og mikill tími. Guðjón, allt annað en þetta. Allt annað en þetta. Hann hefði mátt reyna að dundra á markið minni vegna sko. Já, algjörlega. Jæja. Vilhelmur kominn hérna hægra megin. Ekki dáta, þetta er bara kraftur í okkar mönnum og við erum að vinna boltan. Talið saman. Pétur. Hann er búinn að lesa þetta, hann er varnarmaðurinn. Og sjáu hvað er búið að slitna á þessu. Díon. Kemur. Stíkur Elmar af. Ondó er sterkari. Ondó. Ríkalega sterkur. Elmar heldur honum inn á. Með stungu sendingu. Þetta var ágæti sending í Elmari. Hann er að setja, já, það var held ég einu möguleikann okkur á miðjunni. Viktor Júlíusson. Og Sigurgeir út af. Elmarinn á miðjuna, yfir vörnina. Setur Jackson Möller í miðvörinn, Elmar fyrir vinstri bakvörð og Aron Volker kemur í hægri. Hann er samt eitthvað að stinga við hann, Aron. Og Viktor inn á miðjuna. Já, koma svo Viktor. Nýtt ferskt blóð hérna. Ég er aðalega hræddur við spurning hvernig Aron kemur út með hraða í þessa bakvarðarstöðu. Já, ég líka hef ekki séð mikið til Vokar í leiknum. Möller klárlega að mínum mati besti maður okkar. Hann er algjörlega búinn að láta Díon tínast. Hérna ég vilja sjá vörðina stíga bara upp. Það er alltaf mikið Junior. pláss á vel unnið. Já, vel gert. Vel gert hjá Junior. Sér að taka Dittu út af. Dos Santos kom inn á fyrir Dittu. Dittu er búinn að gefa allt. Dittu var mjög flottur í fyrra. Já, virkilega. Þeir átti ekki róð í hann. Fær flott klapp hérna á árundum. Dos Santos kemur inn á. Það vantaði, hann fer fram mjög á einu tveimur mjög auðveldlega en svo vantar endprodukt, það vantar að klára. Það vantar að finna skotið eða sendingarnar. Jæja. Hvað skiptaði núna? Þeir setja Pétur á 10 mínútur eftir. Sér að fara í 4-2 eða setja Jösson Pétur á kantinn og Jösson verið aftan Papp. Það er allan að Jösson og Papp frammi núna. Vel gert hjá Möller. Vel gert hjá Möller. Viktor nær ekki halda honum inn á.
Ég þakka öllum guðum og vættum fyrir að fengi Möller hérna til okkar. Hann flaggar brot hana. Já. Elmar of ákafur. Annars snýr kantmaðurinn bara baki í markið, þú þarf bara að fylgja honum. Hann er ekki að fara neitt frá þér. Það er gaman að sjá þess að stráka hérna, Pétur, Elmar og Viktor. Þeir eru að fá sína sénsan og bara nýta á... Bara pjakkar. Púkar, eins og við segjum hér. Já. Nú þurfa menn að bera ábyrgð á mönnunum sínum. Þetta er alltaf auðvelt. Hver annar heldur en Viktor Jónsson. Boltinn fyrir markið. Ondo gleymir sér, hann flikkaði boltinn, Ondo var búinn að týna Viktori þá. Já. Viktor er heppinn, þetta er bara, svona eru markaskorar, þeir eru réttu stað. Þetta er alltaf nálægt fyrir Fabrizio. Já. Maður kannski vilja sjá að vera þetta með löpunum. Köttarnir mættir í stúkuna. Já, ég er ánægður með mætinguna fyrir hann. Þetta er frábært að sjá maður. Syngja hér og tralla. 8 mínútur, 9 mínútur eftir þessum leik. Sækja bara. Vilhjálmur. Þarna að sé að tala um hraðinn sko. Volker á ekki held ég breyk ef hann fær flugbrautina. Pape. Nú sjáum við vörnin er lengi að koma sér út og þegar við fáum annað breyk á mót okkur hérna. Tekur skotið. Rétt fram, já. Nú vantar reynslun á völlin. Þetta liðið saman og færa það fram og aftur. Þarna er hann að tefla. Fær hann spjald hérna. Þetta held ég ætti samkvæmt öllum reglum að vera spjald. Ef hann er hann að henda sér rassinn. Nei, hann fær tiltal. Jæja. Fljótur að byrja stafsökunar. Íþróttalega gert hjá honum. Hann er einangraður hann að Pape en þeir gera vel í þessu. Já, og það vantar hlaup í kringum hann. Þeir eru búin að lesa núna því að hann er bara einn greið. Þetta er fínt. Volker, Spivak, skiptir yfir. Léleg sending, þetta er hrikalega lélegt. Alveg glötu sending. Og svo hendur hann sér á rassinn. Viktor. Díon. 4-4. Snýr sér við. Skilja Viktor eftir. Sending fyrir markið. Volker, Pétur. Hreinsa frá. Rángstæður, já. Rángstæð. Sá þetta. Þetta var rángstæð. Já, þetta var hárrétt. Ég held að þetta sé rétt. Já, ég held það líka. Ég var búinn að líta við áður en sparki kom. Já. Rángstæð og svo skipting hjá Þrótti. Aron Green er kominn á. Aron Lloyd Green. Þetta er strákur sem er búinn að vera að spila hérna á Íslandi í ykkur 2-3 ár. Hann er ekki alveg með liðin sem hann hefur verið að flakka á milli. Já, þetta er svona flökkumæður. Þetta er hann að koma inn á það ekki? 23? Jú. Já, Aron Lloyd Green. Já. Alexander Veigar út af. Alexander Veigar klappar Vestfirðingum. Lofi lofa, við þekkjum þennan dreng vel. Frábær leikmaður, frábær drengur. Þetta er með Þróttana, þeir bara það er mjög góð liðsild í liðinu. Þetta, maður er að horfa og mann finnst ekkert sérstakt vera við þetta lið. Nei, nákvæmlega. En þeir eru bara rosalega solid og þeir vinna vinnunni sína. Og svo þeir svo gríðarlega snöggir að refsa þeir. Já. En þeir fengu náttúrulega lít út eins og heimsmeistari hérna í fyrirleiknum hjá okkur. Þegar við fórum að heimsótt og töpuðum í... Já, ég sá þann leik. Það var ekki... Það var alveg aðskapilegt maður. Hérna lyfta þeir aftur upp. Vel gert. Hann lætur vel í sér heyra. Fabrizio Maria Pratico, gerir vel. Sýnist Ómar Koroma að vera að koma inn á. Það er alveg rosalega flott nafn. Hann er Gambíumaður og hann er með eitthvað feril úr enska boltanum úr Championship-deildinni og hvort hann var á mála hjá Portsmouth á einhverju tímabili.
Já, mér veist að nafnið hans eitt og sér er að gefa honum nokkra aura. Já. Ómar Koroma, leikmaður nr. 12, býður hér eftir skiptingu. 5 mínútur eftir að leiknum og eitthvað smá uppbótartími. Hérna erum við að þvinga boltan svo mikið í þröngt svæði. Frekar 1-2 þarna og koma hann svo yfir á sjá Joey á miðunni. Og yfir á skiptum kant. Þeir vinna að ítrekka boltan á okkur þannig. Já. Hérna erum við framar með vörðina eins og ég vil sjá hana sko en aðja, þetta er fínt. Hérna fáum við aðra sókn bara. Já, nú er þeir bara... Nú var bara að læsa. Já. Búin að setja grín hann inn á miðuna. Og Jón Arnar eru búin að þétta miðuna hjá sér. Sendingu hérna yfir á... Aðeins og löng. Elmar alltaf löng. Þriðja síðast skiptingi hjá Þrótt. Ómar Koroma að koma... Hann er að koma inn á kantinn, hann byrjaði leik í bikarleikin sem við áttum við á í Reykjavík, stuttu eftir deildarleikin. Hann byrjaði þann leik, Ómar Koroma. Og hann hefur verið svona inn og út úr liðinu hjá þeim. Kemur Vilhjálmur Pálmarsson út af, hann er búinn að vera alveg frábær í þessu leik. Hann og Viktor Jónsson af öllum... Búinn að vera langbestu menn Þróttar. Já, algjörlega langbestu menn. Og að mínum mæti er Möller búinn að vera langbesti maður okkar. Hann er búinn að taka Díon og Saltan. Þetta er nú tæft þegar að villustingast. Ég sé á þarna þeir finna alltaf Viktor. Það er sama hvar er að leita á hann, hvort er að leita í hausinn eða bringuna eða lappina. Hann tekur allt niður. Það er mjög gott að spila með svona manni. Ef þú ert í vandræðum þá lyftur þú bara segurstán. Þá lyftur þú bara upp á hann. Já. Sama reynda með Papi okkur, Papi er einangraður þarna upp á topp. Já, hann er bara svo algjörlega einn. Það er... Pétur með færsendingun hérna upp kantinn. Verður að setja á hann. Allt í lagi og lokum á það þarna. Við endurtökum það eftir leikinn. Strax eftir leik þá tökum við viðtal. Þróttur. Þetta er fín pressa, við vinnum boltan strax hátt upp á vellinum. Það sitt í... Hvernig finnum við hérna í lappirnar Viktor. 1-2. Spívak. Sjá þarna Jusson lappir. Þetta er Junior. Skemmtilegt bil. Við þurfum að fá... Viktor. Þetta er brot. Junior. Ég skil ekki hvernig við erum ekki að fá aukaspyrnur þarna. Þetta sýndi sem við vorum bakhrinding. Åker, áfram haldum við. Åker. Jón Arnar snýr vel, já flott, við höldum pressunni. Svona á að pressa þetta. Nú koma boltana vítt út. Elmar. Og fylla teginn. Santos. Færa hann aftur, koni inn í teginn. Þetta er svolítið draungt. Papi. Spívak með skotið. Hann áttar að tala við Spívak. Hann er með nægan tíma til að stilla boltanum upp. Enginn í kringum hann. Enginn alveg. Sjá, þetta er alltaf þröngt. Spilið þarna. Við viljum fá hann bara vítt út á bakvörðun og fyrir. Já. Ég ætla hérna... Þannig að vinnu hann. Þetta er góð pressa. Nei. Nú fara að opna svolítið plásið þarna. Ómar fara að snúa. Þá er það bara Viktor. Já, Ondó með þetta. Las þetta vel. Nú verður þetta að finna ykkur á miðinni henn. Ondó. Æi, allt og lengi. Bara... Enginn að gefa kost á sér. Ég hefði gefið Viktor þetta. Mér varst það vel unnið á hann. Hann dæmir. Spívak. Papi lappinnar. Papi. Þarna var Santos bara klárlega fyrir honum. Viktor. Santos á að fara bara upp í efsta mann og liggja þar. Santos. Hann liggja bara... Inn á Ondó með fyrirgjöf. Enginn á það. Þetta var fín svo. Þetta var fín svo. Hortspyrna. Fljótur að taka hana. Spívak. Með Þetta er fáránlega klaufalegt sko. sendingu. Þetta er mjög klaufalegt.
Þeir verða að hörfa sko, nema hann segi Elmar að fara í þetta. Elmar er með þetta. Jæja. Hvað við lesið hjá honum. Það var ekkert úr þessu. Hann þarf að koma boltanum í leik hérna. María. Spivak. Við þurfum að vinna á æfingasvæðinu. Það dugar ekki að vera að sækja styrkingar í liði ef við ætlum ekki að halda markinu hreinu. Nei, það er rétt. Við erum að gera sömu mistökin. Pappi! Hann er við það alltaf að... Þú sé ekki hvað hann er að dæma. Hann dæmir hot. Hótspilna. Nú það þarf að koma sér bara inn í tega, ekki að vera að spila þarna fyrir utan. Sendingin inn í. Dos Santos. Walker tekur hann niður. Hann leitar alltaf á skotinu. Hondo. Sett hann út og fyrir. Walker. Með sendingun inn í. Þrótturinn hreinsa. Möller. Tekur bara skotið. Fín. Það verður að reyna þetta. Ágætis skot. Trausti gerir vel í markinu. Trausti Sigurbjörnsson. Þú segir, þetta eru tvær jákvæða framistöður allavega núna, en það rýr uppskera 1 stig. Það eru sömu mistökin sem eru gerð ennþá í varnarleiknum. Næsti leikur í okkur úti. Já. Á móti. Við erum að muna það núna. Ég man það ekki. Við erum að rifja upp. Já, ég man það ekki. Við spyrjum sjónvarpsstjórann okkar að fletta við fyrir okkur. Þessi verður að ljúka hér. Ég ætla að fara í viðtal, tala við þjálfarana í liðunum. Þá Greg Oliver Reiter og Jón Halldór Pétursson. Og ég mun taka viðtali við Reiter á ensku, þannig að þið verður bara að þola það. Það er hið alþjóðlega tungumál. En Ívar Péturs var með mér í þessu útvíkuðu, alveg frábær. Verður með í næsta leik. Gerir ráð fyrir því, eða ekki? Flottur. Þetta er nákvæmlega sem ég þurfti. Viktor! Æi, hérna hefði þetta bara komið mark. Það hefði gott verið sálartetri að gefast ekki upp. Sjáum mun á reyndu leikmanni ungum að það er smá ró í svona stöðu. Það er síðasta þriðjum fær góða stöðu. Taka við boltanum, slappa þess af og setja gott skot á markið. Þannig þurfum við líka að hafa einhvern inn sem getur talað. Við þurfum að vera meira vókar. Þeir þurfa að ræða við hann, þeir þurfa að segja hann frá því að hann hafi nægan tíma. Þegar hann tekur skotið í stressi. Alveg eins og áðan hjá Spivak. Hondo búinn að vera feikilega duglegur. Hondo búinn að vera duglegur, gefst aldrei upp. Setja upp að þessi kasta bara í bringuna á honum og þeir eru komnir í stöðu sko. Jón Arnar Bardal. Þetta er heppni. Jón Arnar Bardal kominn inn í. Þetta var... Kom boltanum fyrir. Hver er það? Er það Díon? Það er Díon. Díon sem potar honum inn. Það mátti alveg búast við því að þeir myndi sleppa í gegn það sem við vorum að þrýsta á þá. En þetta er hrikalega sárt hvernig hann slapp í gegn þegar við vorum búin að koma okkur fyrir boltan en Elmar setur hann í Möller og Jón Arnar er þá komin í gegn. 1-4. Já, því er ekkert annað en að viðurkenna það að Þróttararnir eru bara einfaldlega betri en við hérna. Þetta er munurinn á liðunum. Liðsheildin er rosaleg. Þetta eru gæði fram á því sem þeir hafa. Já. Þeir eru hrikalega beinskeyttir. Og köttarnir hérna, þeir eru alveg frábærir. Leiklokið 1-4. Þetta er sanngjarn sigur en ekki kannski rétta tölu finnst mér. Nei. Við stóðum sér vel í þessu leik. Við þurfum að halda þessu bara áfram og þá er pottþétt að við náum í mörg stig. Ég ætla að fara að koma með fyrir í viðtal. Ég þakka Ívari Pétursinni frá Svíþjóð, Danmörku og Ísafirði kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Við sjáum hann í næsta leik. Og ég ætla í viðtal gefa yfir boltan yfir á sjónvarpsstjóra.
Við erum að bíða eftir, Jón Hálfdán ætlar næst að tala við leikmennina sína. Við erum að bíða eftir þjálfara Þrótta frá Reykjavík. Well, so happy? Yeah, very happy. Obviously we've lost our last 2 games, so it was important to get a win today, and we're very pleased with that. Very pleased. I can see the quality of the team. It's a really good team. Everybody's playing for each other. A lot of vocal, a lot of sprinting and getting themselves into positions. So next, just go up. Yeah, of course, that's the plan. I said to the boys before the game today that form is temporary and class is permanent, and those boys have got class, the whole squad, and I think they showed it today. Who stood up, Victor, or? As a whole team effort. I mean, he scores the goals, but that's his job. That's what we expect him to do. But it was a real team performance. So everyone did really well. Thank you and good luck. Yeah, and all the best to you. And I think for the record, BI will say it this year. I think. Thank you. Jón Hálfdán. Gríðarlega svekkjandi. 1-4, þetta segir ekki neitt þennan leik. Þið voru mikið framfaraskref frá síðasta leik, virkilega stígandi í liðinu en aðeins og lítið fyrir þennan leik. Já, þú veist, flottur fyrri hálfleikur, já, eins og ég segi, mikill stígandi, tölurnar segja náttúrulega ekki allt. Þetta var bara alvöru leikur, þú veist, í 70 mínútur, þú veist, svo já, við fáum alltaf annar marki á okkur strax í seinni hálfleik en við vorum alltaf samt sko líklegir og líklegri heldur en þú veist í undanfarnum leikjum til þess að skora og vorum að fá færi. En ég er bara svo gríðarlega ósáttur að það virðist engin dómari þora að dæma vítaspyrnu á þessu velli hérna. Það er það sem það pirrar mig mest núna. Það er ekki að við, þú veist, jú, við töpuðum leiknum en bara menn þora ekki að standa upp og dæma vítaspyrnu á þessu velli. Ég trúi þess ekki. Við vorum að tala um þetta, ég og Ívar í útsendingunni, að þetta er svona sanngjarnlega víta gildra. En þú er mjög ánægð með Dittu, þetta er köggull, sviklega snöggur og gaman á honum. Ondó virkilega góður, stóð sér vel. Og Möll er gjörsamlega át sinn mann, alveg gjörsamlega. Það var eiginlega, sko, miðað við 2 undanfarna leiki á móti Þrótti, þá voru alltaf erfiðleikum með hægri vænginn og það var svona fleiri liði í sumar verið erfiðleikum með hann en við erum að tala með frábæran varnarmann í Alexander Möller Jackson. Hann er, sem ég segi, gríðarlega mikilvægur fyrir liðið og það var bara nálægt honum og hann tók hann í gegn. Ég sé það núna, Nonni, að þetta er að koma, þetta er að fæðast. Við vitum alveg að það er seint á tímabilið og allt það skiptir bara ekki neinu máli. Nú förum við að vinna leikina. Við þurfum bara, þetta er held ég svo mikið í haustum, búin að tapa svona mörgu leikjum, þannig að það er að komast bara upp úr þessu. Flott. Kom 1 sigurleikur, þá Flott, Nonni minn. Förum á rönn. Það er trú á því, allan tíman. Góða lökk. Nú, við erum að klára útsendingunni hérna á Torfnesvelli. Við þökkum kærlega fyrir lokatölurnar 1-4. Þróttur, verðskuldaði sigur en við vorum inn í þessu leik í 70 mínútur og það er greinilegt að við erum á réttri leið. Nú þurfum við bara að fara að breyta þessum leikjum okkar í sigurleiki. Frá Torfnesvelli, Gaui Þorsteins, þakka kærlega fyrir sig. Við sjáumst í næstu útsendingu sem er líklegast 14. ágúst. Þangað til, góða stundir.